hvernig ná að hekla kant á lopapeysu. Í þessu þá heklaði ég í staðan fyrir að sauma í saumavél, en það náttúrulega alltaf betra að sauma í saumavél, sérstaklega ef maður ekki með lopa, en með lopapeysu þá byrjar maður að fara hérna í endalikkina. Tekur bandið, heklar í gegn, skilur eftir smá spotta, svona, og heklar eina. Nú ætla ég að hekla þetta hérna með, svo ég þurfi ekki að ganga frá því eftir á. Og ég hekla í næstu. Og svo hekla ég í gegnum þessar tvær. Nú sleppi ég einni. Það mjög misjafnt hvað fólki finnst best. Ég geri þetta svona, það henda minni heklprjónfestu, en stundum gerir fólk aðra hvora eða 3 og sleppir einni og 3, en ég geri 2, sleppi einni og hekla 2. Í þessu nota ég heklunál sem svona 1 til 1,5 minni heldur en prjónastærðin sem ég notaði. Og ég held áfram. Og ég legg oft svona niður það sem var klippt. Þá felur það líka aðeins sárið, verður ekki eins áberandi. Og svo klára ég svona út á enda, 2, sleppi einni. Nú ég komin hérna út á enda og ég var að gera 2 og ég sleppi einni. Og ég legg hérna, þetta má alls ekki klippa. Ég burt þetta á að vera svona. Og ég fer í þessa neðstu hérna líka. Og svo hekla ég eina svona og ég sný við. Fer í þessa. Og ég hekla aðeins fastar í þessari umferð heldur en í byrjun. Og núna heklum við í hverja. Og ég klára bara út að enda. Nú ég komin út að enda og ég hekla. Fyrir síðustu lykkjuna og hekla aftur. Sný við í þessa átt, annars snýst upp á bandið og ég fer í fyrstu. Og ég hekla núna í hverja. Nú ég komin hérna út að enda. Þá hekla ég bara áfram hérna og klára þessa síðustu. Ef ég ætlaði að hafa rennilás núna, þá myndi ég bara klára hér og draga í gegn. En ef við ætlum að hafa tölur, þá ætlum ég að sýna ykkur hvernig við plönum það. Nú ætlum ég að plana tölur, þannig ég bara dreg hérna og geymi lykkjuna. Og það sem við viljum alltaf byrja á að gera er að við byrjum á því að pæla í efstu tölunni sem er næst hálsinum. Og við viljum ekki að hún sé of langt frá hálsinum, við viljum hún sé frekar nálægt. Þannig að það sem ég ætla að gera er að ég ætla að hafa ekki hekla fyrstu, ekki hekla aðra
og svo ætla ég að hafa hnappagat. Það sem ég þarf að líka pæla í hvað talan stór, eins og til dæmis bara þessi tala. Og ef ég legg hana hérna yfir, þá sé ég að hún svona cirka 3 lykkjur. Þá vil ég bara hafa 2. Þannig að þá ger ég svona. Þá veit ég að hér hnappagat. Síðan annað að það má heldur ekki vera langt á milli talnanna því að þá verður peysan voða gisin þegar hún hneppir henni. Og þá þarf maður að pæla í hvað gæti ég haft langt á milli án þess að hún yrði gisin. Og ég hugsa kannski eitthvað cirka svona. Þannig að þá byrja ég á að setja hér. Og ég ætla að hafa 2. Þá tel ég hérna 1, 2, 3, 4. Það svolítið lítið. Ég ætla að færa hana og hafa 5 á milli. Þá tek ég næstu svona merkilykkju og ég hafði 1, 2, 3, 4, 5. Þessar 2 eru tala, 1, 2, 3, 4, 5. Og þá þessar 2 tala, hnappagat. 1, 2, 3, 4, 5. Og 1, 2. Og það allt í lagi þó að sé svolítið svona bil hérna neðst. Þá virkar það bara fínt. Ef það myndi enda þannig að þetta væri hér, þá þyrfti ég annarkvort að stytta á milli eða lengja. En þetta kom bara fullkomlega út, þannig að 1, 2, 3, 4, 5 og 1, 2 fyrir hnappagat. Nú ætla ég að halda áfram og ég sný við í þessa átt. Það snýr svona og ég sný í þessa átt, já. Nei, þetta eitthvað að rugla mig. Jú, ég sný í þessa átt. Og ég hekla, það það sem að rugla mig. Ég glemdi að hekla hérna eina og sný í þessa átt. Og þá byrja ég á því að hekla 1, 2 og 3 og hérna var hnappagati. Nú fyrir ég að setja hérna saman lopan og ég geri það bara svona. Og þá ætla ég að hekla 2 loftlykkjur svo kallar. 1, 2. Fer yfir og hekla í gegn og held áfram að næstu. Og 2 loftlykkjur hérna yfir og hér í. Og svo klára ég bara út að enda. Nú ég komin hérna út að enda og þá hekla ég þessar 2
og alltaf út á enda þá heklum við eina auka. Sný við og fer í fyrstu. Og núna erum við komin þar sem hnappagatið er. Svona. Þá fer ég bara undir og geri 2. 1, 2. Og svo fer ég í næstu við hliðina. Og svo hekla ég bara að næsta hnappagati og undir það og ég klára út að enda. Nú er ég aftur komin inn út að enda og þá hekla ég bara út að enda og eina auka, sný við og hekla bara venjulega út á enda. Klára út að enda. Nú er ég komin út að enda og ég klára þessar 2 síðustu. Slít frá, dreg í gegn og þá lítur þetta svona út. Og nú ætlum ég að pröfa töluna, hvort þetta hafi ekki verið alveg bara perfekt. Úps. Jú, dálítið þröngt sem á að vera í byrjun, því það gefur alltaf svolítið eftir. Þá er þetta svona, þarna fór hún og núna ætlum við að gera hinum megin og þá snúum við verkefninu við og við byrjum á réttinu alltaf. Þú byrjaðir áðan hérna megin og þá snýrðu og byrjar hérna megin. Þannig að réttan er alltaf að okkur. Þannig að þá færi ég í sjá. Byrja ég hér. Svona. Og myndi hekla upp alveg eins og hinum megin, nema nú er ekki tölur.